Útstirni. Handan Neptúnusar leynast milljarðar smárra íshnatta sem nefnd eru útstirni á íslensku, eða á ensku Trans-Neptunian Objects. Útstirnum er skipt í hópa eftir fjarlægð þeirra frá sólu. Í milli 30 til 50 stjarnfræðieininga fjarlægð er Kuipersbeltið. Enn lengra er svonefnd dreifskífa sem teygir sig yfir 100 stjarnfræðieiningar frá sólinni. Yst er svo líklega að finna Oortskýið sem nær ef til vill 100.000 stjarnfræðieiningar út í geiminn. Kuipersbeltið er skífulega svæði í 30 til 50 stjarnfræðieininga fjarlægð sem eru 4,5 til 7,5 milljarðar kílómetra frá sólu og þar eru milljónir íshnatta. Íshnettirnir í beltinu eru flestir mjög smáir en talið er að yfir 100.000 hnettir séu stærri en 50 kílómetrar í þvermál en stærstu hnettirnir eins og Quaoar, Varuna og Orcus gætu einn daginn flokka sem dvergreikistjörnur. Þrátt fyrir gríðarlegan fjölda hnatta í beltinu er massi þess afar lítill eða í mesta lagi 1/10 af massa jarðar. Talið er að skammferðar halastjörnur eigi rætur að rekja til Kuipersbeltisins. Dvergreikistjarnan Plútó, sem er 39 stjarnfræðieiningar fjarlægð að meðaltali frá sólu eða 5,9 milljarðar kílómetra, og fylgitunglið hans Charon eru meðal stærstu hnatta Kuipersbeltisins. Plútó var flokkaður sem reikistjarna frá því hann fannst árið 1930 eða þar til hann var felldur af stalli árið 2006. Plútó var lengi vel talinn stærsti hnöttur Kuipersbeltisins, allt þar til dvergreikistjarnan Eris fannst í útjaðri beltisins árið 2003. Athuganir leiddu síðan í ljós að Eris var bæði stærri en Plútó að þvermáli og massa og því stærsta dvergreikistjarnan. Dreifskífan er, líkt og nafnið ber með sér, mjög dreift skífulega svæði þar sem litlir íshnettir eru á sveimi í kringum sólina. Þessir hnettir hafa mjög ílangar brautir með miðskekkju upp á allt að 0,85 og upp undir 40 gráðu brautarhalla miðað við sólbauginn. Það þýðir að við sólnánd eru þessir hnettir innan Kuipersbeltisins í 30 stjarnfræðieininga fjarlægð en langt utan þess við sólfyrð í meira en 100 stjarnfræðieininga fjarlægð. Umferðartíminn getur þar af leiðandi verið mjög langur, til dæmis 560 ár hjá Erisi en 12.059 ár hjá Sednu. Stjörnufræðingar telja margir hverjir að hnettir í dreifskífunni hafi upphaflega tilheyrt Kuipersbeltinu en síðan dreifst utar af völdum þyngdaráhrifa frá gasrisunum, sér í lagi Neptúnusi. Telja má líklegt að flestar skammferðahalastjörnur eigi rætur að rekja til dreifskífunnar og Kuipersbeltisins. Dvergreikistjarnan Eris tilheyrir dreifskífunni og einnig Sedna. Sedna er á mjög ílangri braut, 0,855 miðskekkju, sem þýðir að þegar Sedna er næst sólu er hún í 76 stjarnfræðieininga fjarlægð en hvorki meira né minna en 975 stjarnfræðieininga fjarlægð við sólfyrð. Oortskýið er risavaxið ský sem inniheldur milljarða íshnatta og umlykur sólina. Talið er að Oortskýið teygi sig allt að 100.000 stjarnfræðieiningar út í geiminn eða næstum 2 ljósár og þaðan eiga langferðahalastjörnur rætur sínar að rekja. Sedna gæti mögulega verið hluti af innanverðu Oortskýinu og gæti flokkast sem dvergreikistjarna í náinni framtíð.